Já, það er auðvitað ekkert stærra og sterkara tákn þessara daga heldur en krossin. Krossin er auðvitað líka bara svona tákn sem er mjög algengt. Þú séð kross, fólk ber kross á brjóstinu og við skulum vona að það viti hvað það er með á brjóstinu. En krossin auðvitað sem tákn dymbilvikunar og dagana í aðdraganda páskana er auðvitað í vanda staddur vegna þess að sko maður leitar eftir einhvern þess að horfa á sem er fallegt og ánægilegt. Maður hefur gaman að því að horfa á lítil börn að leika sér og eitthvað svona. Maður hefur gaman að því að sjá hvernig aldan fellur að sandinum, skilurðu sko, og þú horfir á landslag og svona. Þú er ekkert gaman að því að horfa á neyðina. Maður sækist ekki eftir í að horfa á það sem er dapurlegt og sorglegt. Þannig að tákn krossins á föstudaginn langa er auðvitað ekki það sem fólk vill sjá. Og reyndar er það þannig að þess að milda sem sagt, mynd krossins sem er píslartæki, sem er staður aftökunar, þá er tengingin á milli krossins og lífstrésins mjög forn. Og þú getur séð í mjög mörgum myndum í gömlu myndmáli, þá er kross Krists þegar farin að skjóta frjóöngum í raun. Þannig að og tengingin á milli aldingarðsins Eden og skilningstré góðs og ills til dæmis og hins sko þessa sakleysis manneskjunnar fyrir syndafallið og tengja það við krossinn. Það er mjög oft í þessu myndmáli og bara það eins og sér í ikonografíunni sko, þar sem að samkvæmt flökkusögninni var krossinn reistur þar sem Adam var grafinn. Já. Og blóð Krists fellur á hauskúpu Adams til þess að tengja saman þetta tvend, syndafallið og endurlausnina. Og þetta er hlutið af því að milda þessa mynd dauðans sem að við viljum ekkert sjá. Já. En við þurfum krossin á föstudaginn langa til þess að sko, við getum ekki stokkið yfir hann vegna þess að ef að án hans þá skilst páskadagsmorgun ekki eða hvað. Já, það er nákvæmlega þannig. En sko Kristur sjálfur vill sig að það þurfti að milda þessa mynd. Það er eitt af því sem að býra baki því að hann segir við ræningjan: í dag skaltu vera með mér í paradís. Já. Og nú var það þannig að nú segir maður, já, paradís, hvað er það? Hann dó, jú, algjörlega, hann dó og var settur í gröf sína. Þannig að þetta í dag, menn segja, já, ef þú deyð og stígur út úr tímanum hvort sem er, þannig í dag segir kannski ekki nákvæmlega klukkan hvað. Þú ert ekki lengur, þú stígin yfir í eilíðina. En sem sagt að þessi hugmynd að þú getur sem sagt reynt að forðast að horfast í augu við dauðan, hún náttúrulega gengur ekkert upp, því þú getur ekki tekið á móti upprisinu nema að hafa horfst í augu við dauðan. Og það er útilokað að gera ráð fyrir því að þessi hægt að verða lífgaður nema maður hafi dáið algjörlega. En það er alltaf eins og við þekkjum bara í sögunni að þessi tilhneiging til þess að segja annars vegar Jesús dó ekkert á krossinum, hann bara sofnaði út af og svo bara vaknaði hann upp í gröfinni og lifði áfram og þessar ævintýrasögur og ævintýrabækur það að hann náttúrulega bara verið fjölskyldumaður og átti börn með konu sínu Maríu Magdalenu og svona sko.
sem er líka svona til þess að horfa framhjá auðvitað þessari staðreynd dauðans að því hún er erfið, hún er líka sko til þess að hafna upprisunni. Já. Að þú getur ekki tekið á móti upprisunni nema horfast í augu við dauðan, krossdauðan, og að það er samhengi á milli þess að deyja fyrir syndir mínar og að rísa upp. Það er að segja, ekki bara Kristur deyr og rís upp eða reistur upp, heldur hann tengist minni eigin persónulegu velferð. Og það er þetta sem er líka partur af glímunni við táknið krossinn. Hvernig verður þessi vídd sýnileg, ef við getum orðað þannig, í helgihaldinu á þessum tíma? Þessi spurningum sem sagt mína samsömun við þetta eða ef það er hægt að nota það orðalag. Já, þetta er náttúrulega, þetta er okkar stóra vandamál, og það er að gefa okkur tíma til þess að feta þennan veg frá pálmasunnudegi til, í rauninni til Emmaus sem er á öðrum páskadegi. Sko vegna þess að það er ekkert í hinu ytra lífi sem við lifum sem að hjálpar okkur til þess. Við þurfum virkilega að leggja að okkur til þess að geta haldið kúrs þennan tíma. Sko það er öllu þannig að kirkjan bendir okkur á lestra. Það er náttúrulega þetta fasta messuhald á pálmasunnudag. Svo er ekki næst messa í rauninni fyrir á skírdag og svo aftur guðsjónastaföstudag langa, og síðan sumstaðar er páskanæturmessa og síðan koma páskahátíðarmessurnar. En náttúrulega er það þannig að í rauninni vantar okkur svolítið sko hugmyndafræði klaustursins sem gerði ráð fyrir því að hver einasti dagur hefur sinn rytma. Þannig að þú stígur svona skref fyrir skref fylgjuðu Kristi, eins og kristnin á Íslandi gerði á sínum tíma, meðan að passíusálmarnir voru svona leiðarhnoða alla hennan tíma. Það er engin vafi að sá sem fylgir sem sagt ferli passíusálmanna dag frá degi, hann veit nákvæmlega hvað er að gerast og tekur á móti páskaboðskapnum í ljósi þess að Kristur er dáinn til þess að geta gefið okkur lífið. Og eins og segir, þó að við séum með ýmsar leiðbeiningar bænahald og lestra, að þá byggir þetta náttúrulega bara á vilja hins kristna manns til að fylgja þessu. Já. En Hallgrímur, þetta er kannski svolítið meðvitað hjá honum, því að hann byggir sálmana þannig upp að þeir eru útlistun á því sem gerðist, og þeir eru að einhverju leyti tilraun að hjálpa lesandanum að heimfæra þetta inn í eigið líf. Já, aðferðafræði Hallgríms er náttúrulega þekkt úr hliðstæðum, en þessi, hann sem sagt gerir þetta mjög vel, að hann sem sagt er alltaf með útleggingu. Sko, hver sálmur er predikun, hann tekur textan, hann leggur úr textan sem texta sem sagt, eins og riftskýringu, og svo er hann með útleggingu fyrir þann sem les. Þannig að hann er alltaf með þennan feril í huga, krossferil í rauninni. Og það er það sem auðvitað við, sko, allt helgihald kirkjunnar á öllum tímum hefur miðað að við getum skref fyrir skref, þá getum við nálgast hið óútskýranlega í rauninni.